Já, góðan daginn og velkomin á Frelsi TV. Í dag er 9. júní, það er bara 8 dagar í sköpunardaginn minn, eða Sægott-daginn. Og ég held að ég kalli þetta fréttir 23. viku, eða áttir 23. viku, ef við viljum hafa þetta rétt. Aldrei þessu vant þá gerði ég svona minnisblað hvað ég ætla að fjalla um. Og þá verður þetta kannski örlítið skipulegra. En það sem ég ætla að tala fyrst um er Bilderberg 2018. Og gerðu sjálfskönnun hjá þér hvort að þú hefur heyrt Bilderberg 2018 eða hvort þú vitir hvar sá fundur er, hvað hann fjallar og hverjir hafa mætt eða ætla að mæta, svona give or take. Og ef að þú hefur ekkert heyrt þennan fund, bara 0, þá þarftu eitthvað að endurskoða frétta neysluðina eða áttaneyslu. Það sem áður hét fréttir heitir í frelsislandi áttir. Nú, það er sem sagt 67. Bilderberg fundurinn frá 7. til 10. júní í Turín á Ítalíu. Og þar er búið að vera mikið af fulltrúum frá okkur svona öðrum miðlum, ekki þessir hefðbundnu mainstream miðlarar, heldur við þessi litlu kallar út allt. Hafa verið þarna í Ítalíu og verið skrauttaklaðir af lögreglu og brotist inn í hótelherbergi hjá þeim með sérsveitunum miðja nótt og allt gert brjálað í kringu það og þeim bannaðir aðgangar út allt og enginn vill náttúrulega tala við þá og þeir hafa verið handteknir og þurfa að sýna skilríki á 10 metra fresti þegar að labba svæðið. En sem sagt, þessi fundur, þið getið fundið á bilderbergmeetings.com .org, bilderbergmeetings.org. Þar getið þið fundið á forsíðunni fréttatilkynningu agendað eða hvað á að tala og hverjir mæta. Og þá takið eftir þeim sem eru með international ríkisfang, að þeir eru yfir öll mannsins löghafnir og skattalög þar með talið. Þannig að þeir borga enga skatta neins staðar. Nú, það sem að þeir ætla að ræða þarna á Bilderberg 2018 er það sem þeir kalla Populism in Europe. Ég ætla bara að lesa fyrst upp öll topikinn. Það er Populism in Europe, The Unequal Challenge, The Future of Work, Artificial Intelligence, the US before midterms, Free Trade, US World Leadership, Russia, Quantum Computing, Saudi Arabia and Iran, The Post-Truth World. Þeir gera það sem the post-truth world og svo current events. Og þessi listi er mjög merkilegur, reyndar er þetta það sem er svona official fundalisti hjá þeim, en við þekkjum að þarna er rætt alls konar aðrir hlutir og reynsla sögunar hefur sýnt að eftir þessa fundi þá er mikið falska fána, nýjar hernaðaraðgerðir og fleira slíkt. En populism í Evrópu, það er eitthvað sem ég er nú ekkert mikið inn í. Og númer 2, misskiptingin, framtíð vinnu og artificial intelligence, Bandaríkin og free trade, þetta er nú svona
eitthvað sem ég kannski ætla ekki að segja mikið um akkurat núna. Ég er að fara að heita topikinu, sko. Sjá, ég er að reyna að komast þangað niður, sko. Og síðan er bara Russia bara í einni línu. Og nú á ég sko 2 síma. Þannig að, sjáu þið. Veit ég hvort ég sjáu þetta. Að Russia er bara í einni línu. Hvað á að gera við Rússland sem verðist hafa fundið eitthvað réttlæti í sinni tilvist. Og síðan quantum computing, svo Saudi Arabía og Íran í einni línu saman. Og síðan þetta sem ég er að draga mig að, sem er the post-truth world. Þess að heimurinn fyrir sannleikan. Og fyrir svona nördamiðlana, eins og mig, hér er ekki svona nördamiðl, að þetta eru gríðarlega mikil meðmæli fyrir mínu starfi. Þetta segir mér að ég er svona ég var að tala um að sannleikurinn sé hóks og ég stend alveg við það. En það er verið að vísa í okkur bloggara og heimspekinga og þeir sem eru í þessu alvarlega og reglulega og erum að boða hugmyndir sem eru byltingakenndar og í beinni andstöðu við ógeðsagendu síónista. Bilderberg er sko undir, er svona þeir sem að mæta, það mætir enginn á Bilderberg sem er ekki innvíður síónisti, getum orðað það þannig. Nú þeir sem að mæta á þessa fundi eru 120 til 140 pólitískir leiðtogar og sérfræðingar frá iðnaði, fjármálum, akademíunni og fjölmiðlum. 2/3 koma frá Evrópu og 1/3 frá Norður-Ameríku. Og þetta er hópurinn og þið munið að heyra kyrjuna, það er þetta óljósa auga efst og síðan er ráð 300 sem að startaði peningakerfinu eða stofnsamningurinn sem ég fjalla um í stórfrétt peningakerfið er blekking. Það er ráð 300 sem að er með stofnsamningin af peningakerfinu okkar eða framkvæmdi það og síðan kemur Bilderberg þar undir og fleiri og síðan kom alþjóðastofnunir þar undir eins og Sameinuðu þjóðirnar og allt þetta drasl. Og þið takið eftir því, ég fór yfir fjölmiðlana í morgun á Íslandi nokkra, að það er ekki minnst orð á þennan Bilderberg-fund. Og það sem er merkilegt núna og er frekar óvinnulegt að sömu helgi eða sömu daga þá eru G7-fundir og NATO-fundir. Þannig að nörda spámennir hafa verið að spá því svolítið að þetta þýði jafnvel stór stríð í framhaldi. Og athugið það að stríðin geta bæði verið út á við, sem sagt að þeir fari út bara einfallega að byrja að varpa sprengjum á Íran eða síónistan hefur undanfarið verið mikið að sprengja íranska hermenn sem eru í Sýrlandi, boðnir þar inn með lögmætum hætti af stjórnvöldum Sýrlands og þeir bara fyrir nokkrum dögum sprengdu held ég 25 íranska hermenn í loft upp og síónistan. Þannig að það er að hitna í kolunum. Rússland í sjálfum sér hefur stoppað af að gera þetta allt saman með lögmætum hætti. Kína er að sýna í sér svolítið vígtennurnar og NATO er að flytja núna hersveitir, flughersveitir og herskip inn á þessi svæði, það sem að búist er við styrjöld. Og á þessu fundi, Bilderberg fundi, er verið að ræða hvernig á að framkvæma ógeð næstu 12 mánuði fram á næsta Bilderberg fund. Og nördaspádómarnir hafa verið bæði út á við að það komi fram í einhverjum risafölskum fánum sem verður kennt, Íran verður kennt eða einhverjum Norður Kóreu eða einhverjum óvinum
mafíunar og eða að það verði inn á við. Það orðið erfiðara fyrir þá að stunda sína glæpastarfsemi meðan að það eru vakandi einstaklingar eins og ég og fleiri, þar á meðal Guðjón Heimberg, sem erum að analýsera atburðina bara jafnóðum að þeir gerast. Þeir þurfa eiginlega að láta atburðina fara inn í gleymsku sögunar og vera að analýsera það á 20-30 árum seinna. En menn eru líka spáið að hrunið verði sérst inn á við, að þeir munu krassa fjármálamörkuðum heimsins og það eru mörg teikn á lofti það, sennilega, og það hugsanlegt að dollarinn muni hreinlega deyja, hann bara verður verðlaus á einni nóttu og þá fylgja allir aðri gjaldmiðlar með, þar með talið íslenska krónan. Og í framhaldi af því verður náttúrulega svona algjörlega þjóðfélagsleg uppþot og hrun og jafnvel bara slökkt á öllu rafmagni og það scenario sem búið að æfa töluvert mikið og ég hef bent ykkur á Íslandi þegar þessar æfingar hafa átt sér stað. Þar með talið æfingar morðsveita lögreglustjóra sem heita sérsveitin. Þeir eru búin að æfa viðbrögð við niðurtöku á þjóðfélaginu og á meðan eru allir bara að runga sér í einhverju sveitarstjórnarkosningum og neita að hlusta á Axel og viðvaranir hans. En sko það sem að hugsanlega gerist að þjóðfélagin verður rústað innanfrá og sett herlög alls staðar. Til dæmis hafa verið í London, Englandi og Frakklandi hafa verið herlög í mjög langan tíma, nokkur ár. Og það var tilgangur með þessum fölsku fánuseríum sem voru í þessum löndum. Það var að ná fram herlögum. Og þeir takið eftir að þeir sem að, það er svolítið athyglivert atriði, þeir sem hafa svona risið upp gegn þessari Bilderberg mafíu, við getum kallað hana það, þetta er alveg miklu starra og flóknara, en þetta eru samt ekki nema nokkur 100 eða 1000 mann sem eru í þessari klíku, sko, sem stýrinni. Að þeir sem að stýrðu sjálfstæðisbaráttu Katalóníu, fyrirgefðu Katalóníu á Spáni, þannig Barcelona og það, að þeir voru allir handteknir í Þýskalandi og sita í fangelsi í Þýskalandi og verið að draga fram fyrir þýska dómara. Og þeir hafa sjálfur, þessir aðilar sem sita þarna í fangelsi, þeir hafa núna stemt þýskum dómara að hann sé vanhæfur til að sita í dómarasæti yfir þeim. Og það er mjög athyglisverður vinkil. Og það er mjög athyglisverður vinkil að þeir séu handteknir í Þýskalandi, Spánverjar, sko. Og þetta eru svolítið vinnubrögð síónista, þeir vinna svona. Ég ætla ekki að fara yfir Bilderberg aðsóknarlistan núna, þið getið farið bara inn á þetta bilderbergmeetings.org og spáði frá hvaða löndum þeir eru, hvaða embættum þeir gegna. Af hverju þetta fólk allt saman að hittast? Það er eðlilegt að dómari og bankastjóri sé að hittast á einhverju leynilegum fundum. Og það var sérst í þessari viku, núna helgina eru Bilderberg-fundur, G7-fundur og svo NATO-fundur líka. Allt í sömu dögunum. Og þetta hefur ekki gerst áður, að allir þessi fundir séu settið saman á sama tíma. Þannig að það er mikil spenna. Þið sjáuð inn á Facebookar vegnum mínum að ég hef verið að deila myndböndum hjá þeim sem hafa verið stattir þarna í Ítalíu, í Bilderberg og þetta er svolítið rætt hjá okkur í nördasamfélaginu. Og þannig að fjölmiðlaþögn íslenskra fjölmiðla ætti að vekja töluverða athygli. Til dæmis af hverju hefur Ríkisútvarpið ekki samband við mig og spyr mig út í Bilderberg. Ég er nú einn af fremstu sérfræðingum Íslands sem er ekki meðlimur í Bilderberg Bilderberg. Þannig að þeir hafa engan áhuga á því að fjalla þetta af augljósum ástæðum. Nú annað sem ég ætlaði að fjalla að það er síónistan. Það er orðin gríðarleg mótstaða við síónistan og Bandaríkin. Bandaríkin eru eiginlega búin að
bulla sig út úr húsi alls staðar og síónistar náttúrulega löngu komið út úr öllum almennum húsum eða hjá heiðvirðu fólki. Þeir taka, heiðvirð fólk, almennilegt fólk tekur ekki lengur við áróðursbullinu frá síónistan. Og viðskiptabann á Ísrael, BSDM, hvað heitir það? BSDM það? Kynlífs. Það eitthvað, byrjar á B, viðskiptabann á, eða fólk hætti að kaupa ísraelskar vörur. Ég vil bæta bandarískum vörum þarna við líka. Og ég til dæmis hef verið að hugleiða hvort ég endurnýja bílinn. Ég keyri á Ford sko, mjög ánægður, verið lojal Ford kaupandi í mörg ár. Eða kona mín kaupir bílinn, skiljiði, ef að Landsbankinn að horfa. Að þá ég stundum að velta fyrir mig hvað bíl á ég að kaupa næst. Hvað ég kaupa sama bara eða hvað næst á dagskrá í bílakaupum. Og þá hef ég velt fyrir mér alveg að kaupa ekki Ford af því að hann frá Ameríku. Velt á fyrir mér hvort ég að kaupa úr þrælabúðum Suður Kóreu eða Japan eða hvar ég á að kaupa. Ég er ekki að segja að Japan sé neitt betra en þeir allavega ekki í dag að sprengja fólk. Þeir ekki stuðningsmenn Palestínu svo ég viti. Þannig að ég hugsa næstu ég náttúrulega myndi eftir ekki í huga að kaupa franskan bíl. Þeir algjört ógeðsríki. Þannig að ég er að velta fyrir mér og öll kaup sem ég geri, þá hugsa ég þetta. Frá hvaða landi er ég að versla? Og Nikki Haley það kom sendinefnd, held að það verið Eþíópíu eða sennilega ekki Eþíópíu. Það var ein þjóð í öryggisráðinu fyrirgefðu mig, ég man ekki hvaða þjóð það var. Held að það verið Eþíópía sem lagði fram eða einhver af þessum þjóðum, ekki Bandaríkjamenn allavega, lagði fram tillögu í öryggisráðinu í vikunni að rannsaka eða fara að taka á ísraelska eða síónista hernum. IDF kallaði sig eitthvað. Að Sameinuðu þjóðirnar fara nú eitthvað að gera í þessu. Og þar voru öll ríkin í öryggisráðinu samþykktu þessa tillögu nema eitt ríki sem var Bandaríkin. Þeir vítóuðu á þetta. Og í framhaldi af þessu þá byrjaði Nikki Haley að væla í öllum öryggisfulltrúunum og lagði fram aðra tillögu að þessi dauðsföll, þessi morð sem að síóniski herinn hefur framkvæmt séu Hamas að kenna. Þeir séu sjálfum að kenna, það séu eiginlega svona sjálfsmorð bara. Og var mikið drama í öryggisráðinu, ykkur hefur ekki verið satt frá þessu heldur hjá fjölmiðlunum. Mikið drama í öryggisráðinu og hún var með mikla leiksýningar og hún alltaf búin að vera undanfarið strunsandi út og svona lætur eins og graður úlingsstelpa eða gröð úlingsstelpa. Og síðan var tillagan hennar tekin fyrir og hún var bara ein sem greiddi tillögu sinni atkvæði, allir aðrir bara þannig að það er gríðalegt shift, pólitískt shift í gangi og sem er að mörgu leyti gott en að öðru leyti mjög vont. Og Evrópubandalagið er búið að setja núna þessi GDPR-lög sem er svæsin ritskoðunarlög og internet stjórnunarlög. Og í framhaldi af þessu hafa komið upp til dæmis hugmyndir að þessu vefsíða mín, Frelsi TV, sem verður núna .is, var áður .com og er svona að endur þróana svolítið. Ef ég til dæmis set link eða tengil í einhverja frétt, kannski á Zero Hedge, sem ég les mikið og tel mjög góðan vef, þá þarf ég að borga skatt af tenglinum til Evrópubandalagsins. What? Og síðan bara hækkaður þennan skatt upp í $100 per tengil og þá
er það sjálfdautt, sko. Þannig að Evrópubandalagið er með mjög sturlaðar hugmyndir ritskoðun á internetinu og stjórn á internetinu. Og þetta GDPR gerir að sjálfsögðu margt rétt í sambandi við persónuupplýsingar. Það er alveg rétt. Það er margt sem að þeir taka á sem að þurfti og er svona bara í eðlilegum ferli þess sem hefur verið í gangi í þessum bransa. Það er náttúrulega verið ákveðin persónuvernd og privacy policies og það hefur verið, þetta hefur ekki verið alveg bara vilt að vestri skoðin. En þessi lög snúast aukna stjórn á internetinu. Og það munið þið sjá í framtíðina. Það verður nánast, internetið eins og við þekkjum það í dag verður fornsögulegt fyrirbæri. Nema aumingjarnir, góleminn fara eitthvað að rumska, sko. Þannig að reyndar er Evrópubandalagið að leiðast í sundur. Sjálfstæðisbarátta Katalóníu er hluti af því. Kúrdar eru náttúrulega ekki í neinni sjálfstæði, þeir eru bara ekki inn í umræðinu, þeir eru bara gæra yfir verkefni úlsins, sko, eða verkefni stríðsglæpa bandalagana. Nú það síðasta sem ég ætla að tala fyrst þegar ég komið með dagskrá, það er þessi löggjöf sem er búið að samþykkja á Íslandi nánast án umræðu líffæragjöf, eða sem sagt það að skera líffæri úr lifandi fólki. Ég sá mjög merkilegt viðtal eða hlusta á viðtal á Ritchie Allen Show. Þið getið kannski farið inn á YouTube-rásina hans og grafið þetta viðtal upp. Það er sem sagt kona í Bandaríkjunum sem að gaf vitnisburð sinn einmitt líffæragjöfina, eða þetta kallað gjöf. En með þessum lögum síónista á Íslandi þá er þetta í raun líffærarán. Þetta er ekki gjöf lengur, þetta er líffæraránslög sem er búið að setja án umræðu í þjóðfélaginu. Og þessi kona í Bandaríkjunum lenti í því ásamt fjölskyldunni, manninu sínum, að sonur hennar var eitthvað að leika sér með byssu og skaut sig í hausinn, en var lifandi, lifði af og var náttúrulega mikið særður og allt það. Og það var hringt á sjúkrabíl og mikið læti og hún var náttúrulega bara í áfalli og ekki fær að taka neinar ákvarðanir eða neitt slíkt. Og síðan er komið á spítalann og spítalann er komið og henni tilkynnt að sonur hennar sé nú dáinn, sko. Og þá var einhver kettling þarna, einhver svona bimbo, sagði það var mjög svona flott, hot chick í fínum fötum og eitthvað svona, eins og þessar sem að totta titlingin á læknunum, sama típan af kettlingu. Og hún hefði verið að sveima svona í kringu það. Og svo allt í einu kemur hún og tala við þau eftir að læknirinn var búinn að tala og þá byrjar hún að selja þessa hugmynd að gefa líffærin. Og maðurinn hennar var svona bara, já, er það ekki bara gott, gerum það bara, en hún var alveg bara nei, bara glemdi og þessi sölufulltrúi hélt bara áfram þangað til að maðurinn gaf eftir og hún var eitthvað bara ekki neinu jafnvægi til þess að díla við þetta og bara fór að spítalanum í húsi. En þessi kona fór síðan að rannsaka þessi mál mikið meira seinna, heimtaði allar skýrslur og var svona mikið að rannsaka þessi mál. Og hún komst að því að í sjúkrabílnum hafði syni hennar verið gefið svona paralyze sprauta sem lamar þig algjörlega þannig að þú lítur út fyrir að vera dauður en þú hefur hins vegar alveg meðvitund allan tíman en þú getur ekki hreyft þig, sko, og lítur út fyrir að vera dauður eða dauð. Og síðan er komið á spítalan og hún sagði eftir að á spítalan var komið þá var honum gefið nokkru sinnum svona paralyzing sprautur. Og þegar læknirinn kemur og segir sonuðinn er dauður, þá er það ekki satt. Hann er ennþá lifandi. Og samkvæmt
rannsóknirnar á læknaskýrslum þá eru yfirgnæfandi líkur að það hefði verið hægt að halda honum lifandi og hann hefði komið til fullrar heilsu. Þannig að læknarnir voru hreinlega að ljúga að henni. Og hún sagði, náttúrulega áður en þetta gerðist þá hún aldrei pælt í þessu sem gerist oft með fólk, en eftir þetta hún eiginlega bara orðin sérfræðingur í þessu. Og hún sagði áður vissi ég ekki, ég held að líffæri væru nýtt úr látnu fólk sem dáið. En líffræðilega staðreyndin sú að líffæri úr látinni manneski eru ónothæf, þau eru nánast ónýtt. Getur hugsanlega nýtt mergin eða eitthvað, en svona stóru líffæri, hjarta og allt þetta er ónýtt í látinni manneski. Þannig að læknarnir eru að vinna voðaverk með fólk á síðustu metrónum eða mínútunum. Og það hefur verið sagt frá Sýrlandi að maður heyrði þetta frá stríðsglæpunum í Líbíu og líffæra svartamarkasbraskið í kringum þessi stríðsátök að svona úr barni eða úrling ungri mannesku þá eru líffærin metin á 42 milljónir dollara. Þannig að það er ekki að ástæðulausu að læknar eru mjög ríkt fólk. Og virðist vera að þeir sem hópur, þannig að innan allra glæpahópa eru einstaka góðar manneskjur, þó að þeim virðist fækka mikið. Að með þessu að ljúga að aðstandendum ástand sjúklingsins eða viðfangsefnisins, þá eru gríðarlega miklu peningar í að ná líffærum úr lifandi fólki. Það er hægt að gera slatta fyrir 42 milljónir, það eru hvað, cirka 400-500 milljónir. Þannig að þetta er nú ástandið á Musterisreglunni og þjóðfélaganum sem þeir eru að byggja upp. Snýst allt um peninga. Ég var einmitt að hlusta við Paul Craig Roberts sem sagði að allir pólitíski leiðtogar í Evrópu væru að fá fulla plastpoka peningum frá CIA. Þeir væru allir á launum hjá CIA. Og hann er náttúrulega veit hellingkallinn, Paul Craig Roberts, getið flett honum upp. Og ef maður sér svona hegðun leiðtoga Íslands, þá sér maður að þetta passar óbúslega vel við. Þú veist, ef maður myndi heyra Paul segja þetta bara, þetta stemdi engan við raunveruleikann, þá myndi maður ekki taka því gilt. En náttúrulega ef að hann segir þetta, virtur fræðimaður, doktor Robert, að þá svona, þetta getur alveg stemt, Og þá fer maður að sjá betur akkuru ýmsar ákvarðanir elítunar eru svona furðulegar. This just in. Þannig að það er nóg að gera í samsæringabransanum. Ég vil aftur þakka þeim sem hafa verið að styrkja mig. Ég vil þakka þeim báðum. Nei, það er nú aðeins fleiri sem hafa styrkt mig. Ég þakka þeim öllum. En það er svona hægt að telja það á fingurum annarar handar, þeim sem hafa styrkt til þeim sem þetta vann 3-4 mánuði. Og ég hef lýst því áður yfir. Ég hef jafnvel áhugað að gera þetta að fullu starfi, að vera í útsendingamálum eða í þessum bransa og gera Frelsi TV að alvöru fyrirbæri þar sem ég geti einbeitt mér allan daginn í að gera þætti og grafa með honum mál og vera með meiri rannsóknarvinnu og fleira slíkt.
En það er svolítið erfitt eins og núna er ég að vinna hérna í Noregi og það þarf alveg sérstaka orku í þetta verkefni og hún er svolítið slegin úr manni ef maður er í fullri vinnu. Það er svolítið erfitt og þannig að ég leita náttúrulega ennþá eftir stuðningi og annað sem fólk getur gert til þess að styðja Frelsi TV sem er náttúrulega í skuggabanni og nú er Scandinavian Report undir hótunum lokun út af 2 ára gamlu vídeo sko, sem þeir eru búin að loka bara að engri ástæðu sem slíkri sko. Það er ef það stendur hoax í titlinum þá er það bara náttúrulega automatist lokað. Þannig að síonistar eru mikið að sita svona fótinn fyrir langhlaupi hjá manni og við sjáum náttúrulega að hetjurnar mínar, Kathy og Newman, þeir einu sem þora enn að hringja í mig og fyrir það ber ég gríðarlega virðingu fyrir þeim stöllunum eða félagunum Kathy og Newman og mig undrar akkur eru þið ekki að setja meiri þrýsting á aðra fjölmiðla að tala við mig, til þess að tala við mig þetta líffærafrumvarp. Það er bara engin áhuga á minni sýn á þessu. Akkur er engin að hringja í mig og spurja mig Bilderberg til þess. Akkur er RÚV ekki að taka viðtal við mig núna Bilderberg. Akkur ekki. Eru þeir ekki svona lýðræðisútvarp eða þið sjá þetta er allt saman bara lygi og blekkingar, allt saman. Og út af þessu skuggabanni er gríðarlega dýrmætt fyrir mig ef þið deilið myndböndunum. En nú hef ég boðið ýmsum forsvarsaðilum svona baráttu samtaka eins og Hagsmunasamtök Hræsnaranna og verkalýðsfélag Akurþrælana á Akranesi og einhverjum fleiri svona og stjórnmálamönnum sem hafa verið svona í góðu flokkunum. Þetta fólk vill ekki sjá að tala við Frelsi TV eða fara í viðtal hingað. Af því að þeir eru að reyna að smokra sér frá Akurþrælum yfir í húsþræla inn í húsbóndans. En menn reyndar átta sig ekki alveg á því hvar línan á þessu liggur. Það virðist vera til þess að sanna heldur að línan sé að fara í borgarstjórn sko. Hún liggur miklu ofar sko. Línan liggur þegar þú ert orðin starfsmaður Sameinuðu þjóðanna eða Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þá ert orðin húsþræll og hún er svo langt frá því að komast þar yfir. Hún er raun bara svona í Akurþræla nefnd hvar eiga þeir að kúka og pissa og hvernig náttúrulega þeir að gera svona hluti á akrinum. En hún er svo langt frá húsi húsbóndans að hún verðist ekki einu sinni sjá það eða skilja munin hann á milli og hún og fólk sem er í hennar stöðu. Og og þetta fólk er alveg logandi hrætt að tala um mig af því að þá verður það náttúrulega fyrir sömu ofsóknum og ég þar sem verið er að reyna að eyðileggja líf mitt, mannorð mitt og núna er að koma árás frá Íslandi, frá Landsbankanum á fjármálin mín og svo framvegis og svo framvegis. Og þannig að deila vídeóum mínum er líka mikils virði. Á Redbubble, það er nú linkur hérna undir, þá getið þið keypt svona bóli og eitthvað svona fíneri. Og og svo er þið náttúrulega alltaf velkomin aftur. Takk fyrir, bless.